Og hugmyndin að gera þetta allt saman á uppbyggilegum og jákvæðum nótum. Guð blessi Ísland. Og svo komu hingað ungir háskólakennarar sem eru með nýjar og skemmtilegar kenningar hið svokallaða hrun. Hið svokallaða hrun. Hið svokallaða hrun. Og ef til vill syngjandi sjálfstæðishetju. Það var nú bara svona múgsefjun sko á Facebook. Já. Bara strax á fyrstu mínúturum eftir að þetta gerðist. Já. Við saltfiski hjartastað. Aðalfrétt vikunar að mati Kolbrúnar Bergþórsdóttur. Já, en það er Litli prinsinn og hver verður nú ekki royalist eftir að horfa á þessa mynd? Jón Gunnar, þú talaði líka við þá sem voru í hópi mótmælenda og svona þeirra upplifun af þessu. Hvers konar fólk var þetta? Hvernig sjá þeir? Er þetta kannski fólk sem er alltaf að bíða eftir tækifæri til þess að stofna til svona óerða eða mótmæla? Og svo fullt af fólki sem mætti til þessi mótmælin bara til að hitta vini sína líka. Ég hef svolítið verið að velta fyrir mér fjármögnun á þessari stofnun hér. Og við tókum við það ákvörðun í fjárlagafrumvarpinu núna að við myndum standa auðvitað við þá ákvörðun sem var tekin hér síðastliðið vor, var þetta auglýsingatíma sem var hér fyrir RÚV. Já. Að draga úr honum á staðinn jukum við framlög út úr ríkissjóði, en þó þannig að það minnkuði fjármuni til þessar stofnunar. Ég er núna mjög alvarlega að velta fyrir mér að snúa þessu við, raunverulega skila tilbaka til stofnunarinnar þessum auglýsingamínútum, í staðinn taka þá fjármuni sem átt að koma á móti frá ríkinu og frekar nota þá peninga inn í háskólakerfið til dæmis. Þannig að þarna er verið að fara í raun og veru það að almenningur borga hér útvarpsgjald sem er látið renna í ríkissjóð og síðan á Ríkisútvarpið að fara að sækja sér tekjur með auglýsingaöflun. Guð blessi Ísland. Ef ég á þann möguleika að þessi sama stofnun geti sótt sér sömu tekjur þá á markaðinn, ef ég á velja þarna á milli hvernig ég nota skattpeningana, þá vil ég frekar nota á til dæmis inn í háskólakerfið sem svo sárlega vantar fjármuni. Getur þú eyrnamerkt þessa peninga í þetta? Fer þetta ekki bara í einhverju hít ef þú tekur þá? Einhverju hít, þú getur náttúrulega kallað ríkisútgjöldin hít. Ég veist gera það bara. Já, það er alveg skilinlegt. Það er sunnudags morgun og sólin hún situr við borðið. Sunnudags morgun og allir sem sofa nema þú og ég. Og hugmyndin að gera þetta allt saman á uppbyggilegum og jákvæðum nótum.